Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir er fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stóramæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á hunavellir.is og í síma 861 23 19. hunavellir.is. En hingað komið gott fólk til þess að halda áfram umræðum vindmyllur. Halla Hrund Logadóttir sem er þingmaður Framsóknarflokksins og Andri Skúlason stjórnarformaður í Landvernd, eða ekki? Ég er starfsmaður í Landvernd. Þú ert starfsmaður, fyrirgefðu, starfsmaður. Herðu, þessi ákvörðun ráðherrans að færa til vindmyllunar í Garpsdal. Þetta skiptir miklu máli. Já. Það eru opnar fyrir vindmyllunar. Já, í raun og veru búið að opna fyrir vindorku þróun með þeim 2 verkefnum sem hafa verið samþykkt nú þegar, sem annars vegar við Blöndu og hins vegar Búrfell, og það eru þau verkefni sem eru á vegum Landsvirkjunar. Já. En það má kannski segja að þetta er alltaf öðruvísi, því að þetta eru bara einhverjir svissneskir og man ekki hvað eru þessi fjárfestar. Já, þetta er eiginlega í byggð. Þetta er grundvallarbreyting á nokkra vegu. Í fyrsta lagi er þetta í fyrsta skipti að ég held sem að ráðherra breytir niðurstöðu eða tilkynnir að ætla að breyta niðurstöðu rammaáætlunar. Þannig það er kannski að fyrsta. Síðan er þetta líka í raun og veru breyting út frá því að við erum að sjá þarna birtingamynd sem að hefur verið að teiknast upp, að það eru fleiri aðilar, einkaaðilar og langflestir erlendir aðilar sem að eru á bakvið þessi rúmlega 40 vindorkuverkefni sem að eru í þróun víða land og hérna er í raun og veru verið að hleypa fyrsta slíka verkefninu í nýtingaflokk og sama tíma er verið að einfalda ferli og auka hraða án þess að sé búið að móta heildarstefnuna eins og til dæmis hvað ætlum við að hafa mörg slík verkefni, í hvað viljum við að þessi orka, hvernig viljum við að hún nýtist, hvernig á arðurinn að skila sér til þjóðarinnar. En á hverju er ráðherrann að gera þetta? Þú þarft að spyrja hann sjálfan. Ég ætlaði að spyrja hann er bara á leiði til Danmerkur, en hann gæti ekki komið inn í kvöld. Já, til lands vindorkunar, en segja. Í raun og veru finnst mér þetta vera afleikur að vinna þetta mál svona. Ráðherrann hefur sjálfur talað fyrir því að það eigi að klára alla stefnumótun áður en farið af stað og það er gríðarlega mikilvægt upp á fordæmi og ég segi það, sko, þetta verkefni hefur þróast innan þeirra löggjafar sem að nú er til staðar og ef maður skoðar heimasíðu þessa verkefnis þá sér maður að þau hafa vandað sig í upplýsingamiðlun. En það er hins vegar hér verið að taka ákvörðun á pólitísku leveli sem að mun hafa meiri áhrif. Andrés, af hverju heldur hafi valið þetta verkefni? Er það komið lengst eða er þetta bara liggur þetta vel við vindmyllugarði? Já, ég vil bara fyrstulega bara taka undir allt sem hefur komið fram hjá Höllu. Það er ekki að endurtaka það nema að það hefur auðvitað
komið upp áður að ráðherra og ríkisstjórn hafi breytt sem sagt, tekið hérna verkefni úr ýmist verndarflokki og sett í bið eða úr bið í nýtingu. Þá á Alþingi. Já, á Alþingi. Ekki ráðherrann sjálfur áður að þetta þings. Já, ég segi að það hefur verið gert áður. En þetta, mér næst að halda að hann sé aðeins og þetta svo furðulegt útspil á þessu tímapunkti að hann sé að reyna að draga athyglinina frá einhverju öðru sem hann í að þessu. Við getum sagt það mjög mikið af öðrum verkefnum í gangi sem að verið að mótmæla. Við getum nefnt eins og við Þjórsá. Það verið að mótmæla mjög mikið þar verkefni sem verið að ráðast í Hvammsvirkjunin og svo Vaðaldavirkjun. En er ekki það sama hvað hann gerir að þið munum mótmæla því? Nei, það ekkert þannig. Ég meina, það ekki sama hins vegar hvernig hann gerir þetta og það verður ekkert óumdeilt. Hann setti bráðabirgðalög á Hvammsvirkjun til þess að geta farið fram hjá lögum. Það ekkert sérstaklega smekklegt á okkar mati og þar hafi gerðir búnir, byrjaðir á framkvæmdum sem þeir kalla undirbúningsframkvæmdir en eru bara hreinar og klára framkvæmdir. Það heldur ekki mjög smekklegt. Og sprengja niður í byggð og valda gríðarlega ónæði þar meðal fólks. En af hverju heldur hann að þið valið þetta verkefni í Garðsdal? Ég hef ekki græna grunn með af hverju hann velur þetta. Ég gæti reyndar, það gæti verið einn flötur á því sem að það hefur verið lítil mótstaða. Hún skýrist af því að fámennið þarna til staðar. Víðast annars staðar hefur verið uppi mjög mikil mótstaða í samfélagunum en þarna óvenjulega lítil en það þó til staðar og ég nefni það þegar hann segist hafa einhverja forsöndur til að byggja á að velja þetta sérstaka verkefni þá skil ég ekki hvað hann hefur þær verðan að segja ef hann les umsagnir sem að Umhverfisstofnun skrifaði á sínu tíma ef hann les umsagnir sem að Náttúrufræðistofnun skrifaði á sínu tíma og aðrar stofnanir þá hefur hann ekkert í hendi sér til þess að byggja á með einhverjum faglegu rökum og eins og Halla segir með það þegar umgjörðin ekki einu svona tilbúin að henda sér út í þessa lög núna er óskiljanlegt. Fyrir utan það fæ ég ekki með nokkur móti séð hvar og það kom heldur ekki fram hjá þeim sem lögðu fram þessar áætlanir hvorki á þessu svæði eða annars staðar hvar þeir ætlaðu að fá jafnvægisorku til þess að geta keyrt þetta vindorkuver sem grundvallar forsenda þess að hægt sé að starta upp svona aðeins að tala þetta veiku sveitarfélögin ég talaði við fólk í héraði og það var sagt við mig þú farið engan til þess að koma opinberlega á andmæli þessu okkur ekki eru allir saman þessu? Nei, það ekki þannig. Það bara viss hópur sem hefur svona ákveðin hagað þessu og horfa mikið til þess og hinn bara vilja ekki stíga fram til þess að skapa því að það er hættan að bara samfélagi klofni í deilur og En það auðvitað það sem að gerast víða land að samfélagi að klofna líka af því að við En ekki vindorkuverin að leggjast einmitt á veiku sveitarfélögin? Í raun og veru til dæmis eins og í þessu tilfelli að þá búið að semja við landeigendur væntanlega einhver ábati sem að fylgir því þá verkefninu til landeigenda og svo sérstakur sjóður fyrir sveitarfélagið og þessi sjóður þá hluta því að verkefni hefur farið í gegnum sveitafélagi komist á aðalskipulag ef ég man það rétt og þetta dálítið spurning þá sem við þurfum að horfa á í stærra samhengi. Viljum við það að hin verkefnin sem eru í tugum geti samið bara við hvert og eitt sveitafélag og að við sjáum vindorkugarða rísa á ólíkum stöðum í landinu að viljum við hafa einhverja heildarsýn og við skulum muna það að það rosalega erfitt að móta heildarsýn þegar út farin af stað. Við vitum það úr fiskheldinu, nú verið að deila á þingi veiðigjöld, allstaðar þar sem ekki vanda til verka heildarstefnumótun og langtímasýn, þar hægt á því að við lendum í deilum seinna meir og það þess vegna sem að skipta svo miklu máli að ná utan þessa stefnumótun fyrst og ég myndi segja að við höfum að fara úr þessu umhverfi sem við erum í núna sem bara þannig að það eru 40 verkefni sem eru á borðinu en þau gætu allt eins verið 400 eða fleiri. Það hvert einasta spilda á landinu undir. Vindorka getur hins vegar verið góð viðbót við orkukerfið en við eigum að fara úr því að segja að allt undir í að skilgreina
örfá svæði þar sem hægt að byggja upp stærri verkefni sem eru þá hagkvæm fyrir raforkukerfið og við að vita hver framtíðarsýn, hvernig ætlum við að nýta þessu orku fyrir hvað markmið, landsbyggð, orkuskipti og svo framvegis. Ef við tökum byggðarlögin, myndir þú vilja segja þess svo að reynslan sýnir það að fjársterkir aðilar geta komið inn í svona veik byggðarlög samið við tiltekið landeiganda þar sem að sú fjölskylda færi eitthvað svona góðan ávinning af þessu, lofar að borga eitthvað inn í sveitasjóðinn og veldur því að þau geta keypt sér stuðning. Þetta bara of-veikt til þess að við getum ráðstöfun á hvar megi vera vindmyllur á Íslandi. Þetta bara of-veikt kerfi til þess að byggja á því. Þú vilja leggja til þess að við myndum bara hafa úthlutunina með einhverjum allt öðrum hætti og taka, ef ég væri lítið sveitafélag, þá myndi ég segja, taka fram fyrir hendurnar á litlu sveitafélagum. Myndir þú vilja það? Ég held að þegar við erum að tala svona risavaksin mannvirki sem eru miklu stærri en Hallgrímskirkja og taka gríðarlega stór landsvæði, að þá sé það eðlilegt að við mótum heildarsýn. Og það líka eðlilegt að því að við erum að tala það að þú þarft að tengjast flutningskerfinu. Ef við erum með rosalega mörg lítil vindorkuverkefni, þá getur það bara þýtt að þú ert með hærri flutningskostnað sem að veltur þá yfir á alla aðra notendur. Veikara flutningskerfi eins og voru kenningar rafmagnsleysið á Spáni og Portúgal í vetur var það að væri kannski ójöfn orkan kemur frá vindorku og sól. Já, það þarf að hugsa nefnilega þessa hluti í samhengi. Ef þetta gert rétt og vandaða vegu, þá getur þessi orkugjafi nýst okkur og þess vegna svo mikil tækifæri því. Við erum núna með 2 verkefni sem hafa verið samþykkt og orkukerfi Íslendinga, það hefur byggst upp í skrefum og í hverju skrefi hefur okkur gefist tækifæri á að læra og segja, herðu, við ætlum að gera þetta meira svona næst. Ef við erum að fara að opna núna það að fara í mörg verkefni samtímis, vera í mörgum vindorkuverkefnum, þá missum við af þessu tækifæri. Og ég vil meina það að Íslendingar, við höfum ekkert áttað okkur á hvað þessi mannvirki þýða í íslenskri náttúru. Og ég ætla að leyfa mér að segja að þessi stærsta orkumál okkar tíma að gera þetta vel. Og ég ætla líka að leyfa mér að segja að þessi langstærsta náttúruverndarmál okkar tíma. Þannig að það er mikið undir. Ég er að klára þetta með veiku byggðarlögin, því við könnumst þetta á Ströndum og við könnumst þetta þarna. Er þetta of stórar ákvarðanir sem að varðar of marga máli til þess að skilja eftir í höndunum á veikum sveitarfélögum eða fámennum sveitarfélögum? Þetta er bara allt of stórar ákvarðanir. Þetta getur haft gigantísk áhrif á rafkerfið í heild sinni. Og eins og ég sagði áðan, þegar að menn geta ekki eins og svaraði hvernig þeir ætla að útvega þessa jafnvægisorku og ég vil vara við því að gleypa við þessum kosti eða hugmynd sem að vindorkan er þegar að Landsvirkjun getur full nýtt þetta með sínum vindorkuverum. En ef við stöndum allt í einu fram fyrir því að við ætlum að fara að gúfa út raforku eins og er gert í Noregi til þess að halda þessu vindorkuveru gangandi. Við sem að fara að virkja núna fullu í Vatnsafli til þess að geta... Til að geta verið mótvægisorka á móti? Já, ég meina af hverju er áhersla svona gigantísk á vatnsorkuna núna? Það er alveg fyrir séð að vindorkan hún fer ekkert og getur ekkert farið í gang nema að fá þessa jafnvægisorku. Og ég sé ekki að þessi erlendu vindorku fái hér virkjanarleyfi í vatnsorku, bara hægri vinstri, til þess að vera að knýja þetta áfram. Þannig að hættan er sú að það veri farið að beita Landsvirkjun, þvingunum, einfallega á þeim grunni að Landsvirkjun hefur ráðandi stöð á markaði og orkupakkarnir tikka þá inn að því að samkeppnis... Og Landsvirkjun verður bara framlega minna, þegar engaðanir verður framlega mikið. Vatnsorkan verður víkjandi og vindorka ríkjandi. Og þannig erum við komin á alveg svell, mjög hálan ís. Líkurnar eru á því að við séum bara leiðin ákvæð. Þetta er stórhættulegt og mun hafa gríðarlegar afleiðingar. En þetta sem Halla kom inn á áðan, þetta með þetta er svona margt svipað og ég er svo sammála það að undirbúa og byrja á réttum enda. Hvað gerist í fiskeldinu? Ég meina, þar byrjuðum mann augljóslega ekki á réttum enda. Það er enn verið að reyna að breyta lögum fiskeldi, mörgum árum eftir að það var leyft, og þar fórum menn á stað langt á undan sér. Þetta snýst að þeir eru að hamstra svæði og svo koma þeir að setja áformi fram, skrifandi viljayfirlýsingu við viðkomandi sveitarfélög, setja svo pening í þetta er kallað turbínutryggs við það, Halla kannast örugglega við það orð.
þá setja það bara mökkamonni í eitthvað, veðja á það og segja svo, þið getið ekki snúið við ákvörðunina því við erum búin að eyða svo mikið pening í þetta. Þessi aðferð er hérna algjörlega galin. En þarna erum við Íslendingar í svo mörgu. Ég held að við í þessum málum, þá sé svo hollt fyrir okkur að horfa bara til reynslu annarra þjóða. Og ég var í Noregi núna fyrir rúmri viku síðan. Það sem var verið að fjalla auðlindamál á breiðum grunni og ég farið ánga áður í samhengi við vindorkuna og þá var það þannig að það var verið að horfa á að fara í þróun vindorkuverkefna og almenningi var lofað að það væri vegna orkuöryggis og orkuskipta. Það var það sem var sagt út á við. Það er líka sagt þér, sko. Já, akkurat. Og síðan var farið í verkefni og 75% af þeirri orku sem var framleitt með þessum vindorkuverkefnum fór síðan til stækkandi iðnaðar en ekki til þessara verkefna sem að almenningi hefði verið lofað og mér finnst það vera það bara liggur í hlutarsreðli. Ég get ekki byggt upp orkuver og ætla svo að bíða eftir því að þörfin í orkuskiptunum komi til þess að kaupa mér orkuna þannig að ég sé orkuver sem getur framleitt 100 en selg bara 10 uppafi og svo tekur það mig bara 7 ár að fara upp í 100. Ég verð að fá eitthvað viðskiptasamning strax í uppafi til þess að kaupa 100 þannig að ný orkuverð leiða alltaf til nýrra orku kaupa þetta. Í raun og veru gætur verið, ef þú til dæmis varir að hugsa þetta vindorku í samhengi við orkuskipti eins og rafeldsneyti, þá gætur vissulega gert samning til lengri tíma, en vandamáli núna þegar við erum á orkumarkað er í raun og veru að þú framleiðir meira og að þú vilt selja það til rafeldsneytis að þá borgar það lægra verð sú sala heldur gagnaverin. Þannig að þó að sé kannski samfélagsleg markmið að framleiða eldsneyti fyrir skipaflotan, að það verður það undir núna nema við séum með alvöru pólitík sem er að hugsa hlutina frá A til B. Já, okkur skortir úthaldið í að vera ekki bara með yfirlýsingar, heldur horfa að taka slægin útfærslunar og það er kannski þess vegna líka sem að mér finnst vera sorglegt á þingi séu við að ræða einhverjar tækni einfaldanir sem eru mjög auðveldar í framkvæmd og þær eru blásnar upp í fjölmiðlum eins og þær séu einhver stórkostleg afrek á meðan þessar lykilspurningar eins og framtíð og þróun vindorku, ábata af slíkum verkefnum til þjóðarinnar. Þetta eru erfiðu spurningarnar og það er þær sem að pólitíkin á að vera kljást við. Heitir bara tækniæfingar. Vandinn er að það spurði enginn neitt að því þegar var ákveðið að byrja að reisa vindorku á Íslandi. Það er menn átt að gera vegna þess að hér eru menn alveg, þegar maður tala við Norðmenn, Svía, Dani, þá eru þeir forundran á því hvað Íslendingar séu að pæla með 2 svona grunn orkukosti endurnýjanlega sem eru svona grunnorka. Það er náttúrulega mjög degruð að hafa. Við erum mjög degruð og þess vegna... Þú mennir að þeir sem segir okkur tilgjöld þegar farið í vindorku þegar þið hafið vatnsorku? Hvað er að fara í þriðjaflokkslausnir þegar að því að þetta er ekki sjálfbært. Þetta er ekki sjálfbært af því að þetta þarf mótvægisorku og þeir geta annars þar treysta þeir á kjarnorkuna og gasið. Eitt varðandi mótvægisorkuna því að vindurinn kemur og vindurinn fer og þannig að það kemur ójöfn orka út úr vindorkuverum og maður myndi og þegar það gerist þá þarf eins og vatnsaflið, þá dregur bara vatnsaflið úr framleiðslu meðan að vindorka kemur mikið og eikur og svo dreifur lítið. Maður myndi telja að þá væri það bara eðlilegt fyrir ríkið að segja að þú mátt reisa vindorkuver en þú verður að reyða vatnsorkuver til þess að mæta ójöfnunni og þar er gæti enginn reist vindorkuver nema Landsvirkjun. Af hverju er þetta ekki bara góð lausn? Þetta er í raun og veru tengist regluverkinu sem við erum að innleiða sem er Evrópulöggjöfin sem að hefur mun meira frelsi en það sem þú ert nú að lýsa. Frelsi fyrir þá sem að vilja græða á orkuframleiðslu? Ekki frelsi fyrir mig sem neytanda eða? Í raun og veru þarf miklu dýpri hugsun í útfærslu á löggjöfinni að það átt að ná utanum einhvers konar slíkar takmarkanir. Og ég myndi kannski segja að það sé þess vegna sem að þarf að horfa á hvar ætlum við að byggja vindorku, hinga til hafa þau vindorkuver sem hafa verið byggð í nála til dæmis við tengivirki, við erum að horfa á Búrfell sem er mikið virkjanasvæði, við erum að horfa á Blöndu
og það er ekkert ástæðulausu sem að það hefur verið hort á vindorkuverð til dæmis á Austurlandi að því að þetta þarf að spilast í ákveðnu samhengi við vatnsaflið og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að því að vindorka getur nýst okkur sem viðbót ef hún er gerð á skynsama vegu en það landslag sem nú er ekki skynsamleg nálgun í orkumálum og ég held að engin Íslendingur, ég var bara að hugsa það því að maður kannski fer einhver tíman í sumafrí ég var að hugsa það, þú veist, tilfinningin þegar þú keyrir landið og þú lítur til beggja hliða og það er einhvern veginn þessi víðátta og þessi fegurð sem tekur á móti manni. Ég held að flestir Íslendingar veit ekkert að þau vindorkuver sem eru í undirbúningi eru meira en allt uppsett afl íslenska orkukerfisins. Ef að fólk áttaði sig á því að þetta gæti orðið sko tugir verkefna í viðbót og að það áttaði sig á því að það væri ekki búið að hugsa ábatan og það væri ekki búið að ná utan þetta með jöfnunarorkuna. Ég held að umræðan væri allt öðruvísi. Það er gulllegið í gangi. En bara af hverju Halla erum við komin á þennan stað að vera að kalla tala að það sé ríkjandi orkuskortur þegar við höfum í alvörunni ekki klára til þess að byggja upp flutningsnetið okkar. Við erum ekki búin að taka þessi 8% sem liggja dauð á kerfin okkar og hægt að nýta og liggur alveg fyrir. Það er að því það er gulllegið í gangi. Þetta er gulllegið í gangi fyrir ákveðna aðila og við erum að henda frá okkur orkuauðlindunum og það er það síðasta sem að, ég er alveg handviss það, ef þetta heldur áfram á þessari braut, þá munum við standa frammi fyrir máli eins og við gerum núna með kvótakerfið, við erum að rífast þetta næstu 50 árin, í alvöru. Af því að við stöndum bara á barmi þess að vera að henda þessari auðlind frá okkur í hendurnar á erlendum aðilum sem munu soga fjármagnið á landi. Og hvað haldið þið að grunnkerfi raforku muni kosta uppbyggingin á því sem að þarf samhliða vindorkunni vegna þess að hún er svo miklu flóknari, óstöðugri, það þarf að búa til fullt og reisa nýjan búnað vegna til þess að mæta þessum áskorunum. Við erum nú eins og svo þjóð og þegar menn að leyfa sér að tala neyðarástand í orkumálum á Íslandi, við erum með 99% endurnýjanlegri orku og við erum í alvörunni, þetta er bara móðgun við þær þjóðir sem eru að berjast núna niður í Evrópu og fyrirgefið erum með 25-30% endurnýjanlegri orku sem að þurfa að taka sig á. Við erum að setja okkur bara á verri stað heldur en þau og það er ekkert tilefni til svona orðræðu fyrir að menn eru búin að taka á grunnu vandanum eins og þú talaður oft svo þegar þú varst orkumálastjóri. Já, það þarf að tryggja, það breyttist auðvitað 2003, þá breyttum við því að Landsvirkjun bara alltaf ábyrgð á heimilum og smærri fyrirtækjum, fórum yfir í nýtt kerfi og við höfum verið að súpa seyðið af því að hafa ekki sett inn neina varnagla sem að birtist okkur í hækkandi raforkuverði og auðvitað eru tækifæri. Aftur, þetta krefst útfærslu og þetta krefst hugsunar að komast frá A til B og ég sakna þess mjög í íslenskri pólitík að við séum kannski að ná utanum ekki bara hvað er að framlega mörg megavött heldur hvert viljum við fara? Hvert viljum við fara? Hvernig viljum hvert auðlindarentan á að fara og þræftökutunum? Jú, bara hvernig samfélagið á að byggjast upp? Þú ert í vinnunni niður á þingi að tala óleyst vandamáli sem er kvótakerfið. Tekur þú þátt í mannstofunni? Ég hef ekki gert, ég hef verið með 4 ræður í þessu og reynt að vera með skýr skilaboð málið. Mér finnst umræðan auðlindagjöld vera ótrúlega mikilvæg og ég horfi á þetta þannig að það er ágætt að spyrja sig að því af hverju erum við að tala veiðigjöld. Og fyrir mér er það þannig að ef við horfum á söguna að þá hafa verið hæðir og lægðir í sjávarútvegi. Þær tengjast því að má segja kannski að hæðirnar þegar við horfum á að við náðum tökum á fiskveiðistjórnun, lægðirnar tengjast hins vegar deilum úthlutun aflaheimilda og byggðaráhrif. Og veiðigjaldinu var komið á meðal annars til þess að mæta þessari stöðu og það er eðlilegt að þau séu endurskoðuð á ákveðnum ára fresti og síðasta ríkisstjórn var líka með frumvarp sem átti að hækka veiðigjöld. Þannig að fyrir mér og fyrir Framsókn er það þannig að það á að hækka gjöldin en það sem að deilt að megnunum til er hversu hratt á að fara
hvort og það eigi að meta áhrif á byggðir og annað og ég vona það innilega að það náist lending í þessu máli. Það eru mín skilaboðin í þessu umræðu. Ég ætla að fá ykkur til að tala seinna vindmyllu. Ég grunum að þetta verði mikið heitamál í allt sumar. En við ætlum að halda hérna áfram að tala veiðigjöldina því að Lilja Rafney Magnúsdóttir að koma hingað og Sigurður ætlar að tala við hann strandveiðar og veiðigjöld. Líf og fjör, annað lykil viðfangsefni. Má ég segja örfáorðum veiðigjaldi? Mátt þú? Í landvernd. Þið með skónir á veiðigjaldinu? Það ekki mættur hérna bara eins og hver annar. Ég ekki talað úr hérna. Já, vertu snöggur. Ég vil bara segja að maður verður náttúrulega alveg forundran á að fylgjast með vorkunsemi þingsins núna allt í hennu út í hérna hinn ýmsu sveitarfélög í landinu. Það vil til að ég var oddviti sveitarfélagi í mörg herrans ár. Sveitarfélagi sem að fyrst var rænt uppsjá á fiskinum á einni nóttu. Töpuðum milljörðum ofan, bræðslunum lokað, það liðu 5 ár, það fór 90% af bolfisk aflaheimildunum og bara rúta sem bara keyrði liðin í burtu. Það er eins og menn sem búin að gleyma öllu þessu. Þetta skiptir engu máli í dag og viðbrögðum þá voru ekki nokkrum einasta takti við og vorkunum ekki til staðar. Þetta er náttúrulega bara þetta eyðingar allir búið að ganga yfir landið og allt innu rísa menn núna upp þeir eru örfáir, þetta er komið á örfáar hendur og menn eiga orðið á mikið, þá að fyrst að fara vorkina. Þetta er náttúrulega dæmum að það er sett í ganga eitthvað kerfi á þess að sé hugsa til enda eins og þið eru að tala vindmyllunar. Og það hættir á við endum uppi með eitthvað svona rilling. Það sem að verða einhver erlendir fjárfestar sem eiga orðið eiginlega vindmyllur út alt. Ég trúi nú alltaf þú að segja tvöföldun raforkuframleiðslunnar. Ég segi bara uppsett afl. Ég segi bara horfum á orkusöguna, munum eftir því þegar Landsvirkjun var stofnuð 60 ár síðan og þegar fyrirtæki var stofnað þá vorum við að kaupa tilbaka vatnsréttindi sem voru í einkaeigu til að stofna fyrirtæki sem er að gefa okkur mikið núna 60 árum síðar. Ég vil kalla eftir því að við nálgumst orðræðuna framtíðarþróun með sama hætti. Ekki bara hvað að gerast núna næstu 4 árin, heldur hvar við verðum eftir 60 ár. Þetta er eitt af þessum málum sem við ætlum að halda árum að ræða hérna og takk fyrir komuna Halla Hrund og Andrés. En við ætlum að gera örstuðli hérna og hún nú er ég alveg orðin stektur, það er mikið að gera í okkur á samstöðu. Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingkona Flokks fólksins er hérna frammi og með Sigurjóni Magnúsi þau ætla að koma inn og ræða veiðigjöld og strandveiðar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is